Allt frá því að sögur íslenskra manna hófust hefur hesturinn verið þeim óaðskiljanlegur förunautur. Landnemar Íslands stunduðu landbúnað og tóku með sér búfénað sinn þeir fluttu hingað. Auðvelt að gera sér í hugarlund að ekki hafi þeir flutt með sér fénað í stórum stíl, enda yfir úthaf að fara og það takmarkað sem hægt var að hafa með sér þegar jafnframt þurfti að flytja bæði búslóð og fólk. Það því auðsætt að þeir hafa aðeins tekið með sér bestu gripina sem þeir áttu. Í hópi landnemanna voru höfðingjar og miklir menn, en þeir hafa löngum átt betri gripi en sauðsvartur almúinn. Þetta tvennt hefur vafalítið átt stóran þátt í ættgöfgi íslenska hestsins. Íslenski hesturinn hefur þá sérstöðu umfram önnur hestakyn að hann hefur yfirleitt alist upp úti í náttúrunni. Á unga aldri hefur hann hlaupið frjáls hálsa og heiðar, fjöll og fyrnindi. Margir telja að þetta frjálsræði sé undirrót þeirra hlaupagleði, fjörsins, sem einkennir hann og þetta frelsi veiti honum sjálfstæði og kjark sem margir sækjast eftir í gæðingi sínum. Íslendingasögurnar geta oft hesta og þá sem nú var metnaður því tengdur að eiga betri og meiri hesta en aðrir. Þessir getið að Þórir Dúfunef hitti landshornamann inni á Öræfum. Vildu þeir reyna með sér skjótleika hesta sinna. Hafði fluga Þóris mikla yfirburði og þótti andstæðingnum svo miður að hann týndi sér og hesti sínum í fjalli einu þar hjá sem síðan ber nafn hans og heitir Arnarfell. Að lokinu sögu og þjóðveldisöld líklegt að nokkur afturför hafi orðið í hestamennsku hér á landi og hrossum fækkaði mjög fram eftir öldum. Átti það rætur sínar að rekja til náttúruhamfara og harðinda veðráttu. Féllu þá hross í stórum stíl hér á landi, úr hor og kröm. Þessi blóðtaka hefur að sjálfsögðu sniðið margan efnilegan sprotan af hrossastofni landsmanna, en jafnframt styrtan, þar sem aðeins harðgerðustu einstaklingarnir lifðu af. Öldum saman var hesturinn að segja má eina samgöngutæki Íslendinga. Til hans var gripið að menn þurftu að ferðast milli landsfjórðunga eða héraða. Á honum var flutt björg í bú, hvort sem heldur var útlend vara úr kaupstaðnum eða sjávarföng frá ströndinni. Hann flutti líka á baki sér allt aðfengið efni til húsagerðar. Hann létti fólki dagleg störf við sveitabúskapinn árið kring og bar það síðasta spölinn jarðvist lauk. Að launum gaf þjóðin honum sæmdarheitið þarfasti þjónninn. Að lokinni síðari heimsstyrjöld verða þáttaskil í sögu íslenska hestsins. Vélaöld gengur í garð, þjónustu hlutverki hans lokið. En nú kom annað og nýtt til. Hesturinn var nútímamanninum andsvar við atómöld, hávaða, streitu og hraða. Með honum gat hann flúið á vit íslenskrar náttúru og notið þeirra unaðsemda sem fögur fjalla sín, tært og hreint loft, auðn og víddir hafa upp á að bjóða eða, eins og þjóðskáldið orðar það, dansað á fákspori yfir grund.
Landsmót Landssambands hestamannafélaga eru haldin á 4 ára fresti. Á mótum þessum standa Landssamband hestamannafélaga og Búnaðarfélag Íslands sem sér að mestu leyti þann þátt sem að kynbótasýningum snýr og verðlaunaveitingum. Með nokkrum líkum má leiða rök að því að mót þessi eigi rætur að rekja til alþingishátíðarinnar á Þingvöllum 1930. Þar voru kappreiðar og þar var einnig eftir hestaats að fornum sið. Þetta fram hérna. Förum hérna svona. Það er ekki nóg vel fæst þarna. Landssamband hestamannafélaga var stofnað 1949 og var fyrsta stórverkefni þess að efna til landsmóts sem haldið var á svokölluðum völlum á Þingvöllum. Þrátt fyrir reynsluleysi og ýmsa byrjunarörðuleika tókst mót þetta mjög vel og má þakka það formanni Landssambands hestamanna, Hólmjárni Jósefssyni Hólmjárn, sem nokkuð hafði kynnt sér búfjársýningar erlendis. Þá mótuðu þekktir reiðmenn fyrstu gæðingadómana og býr lengi að fyrstu gerð. Næsta landsmót Landssambands hestamannafélaga var haldið á Þveráreyrum í Eyjafirði árið 1954. Mót það heppnaðist vel þrátt fyrir það að mikil skriðuföll í Norðurárdal sköpuðu erfiðleika. Til þessa móts nú einkum vitnað vegna mikilla sviptinga í sambandi við dóma á kynbótahestum. Kynbótahross eru nú dæmd eftir dómstiga sem gefin út á Búnaðarfélagi Íslands. Dómstigið þessu kveður á einkunnir fyrir sköpulag annars vegar og kosti hins vegar. Varðandi sköpulag fyrir yfirsvip, samræmi og fætur. Varðandi kosti eru gefnar einkunnir fyrir tölt, brokk, skeið, stökk, vilja, geðslag og fegurð í reið. Heildar meðalenkunn meðaltalsenkunn fyrir sköpulag og kosti. Árin 1958 og 62 voru landsmótin haldin að Skógarhólum í Þingvallasveit, en þá hafði Landssamband hestamannafélaga fengið yfirráð yfir landsvæði þar fyrir þessa starfsemi sína. Á þessum árum óx starfsemi Landssambands hestamannafélaga mjög og landsmótin urðu að sama skapi fjölmennari og stærri. 1966 var landsmót haldið að Hólum í Hjaltadal. Aðstæður voru þar að ýmsu leyti erfiðar og við það bættist óveður sem raskaði dagskránni. Árið 1970 var landsmótið að nýju flutt að Skógarhólum. Mót þetta var mjög fjölmennt en fór að nokkru úr skorðum vegna geysilegs óveðurs sem einsdæmi á þessum árstíma. Árið 1974 var ráðgert að halda enn mót í Skógarhólum, en þjóðhátíðin gerði strik í reikninginn svo að ákveðið var að halda mótið í þess stað norður á Vindheimamélum í Skagafirði. Þetta mót sótti mikill fjöldi útlendinga enda hefur áhugi á íslenska hestinum vaxið mjög erlendis hinn síðari ár. Landsmótið að Skógarhólum árið 1978 hefur margt sérstöðu. Nýjar keppnisgreinar hestaíþrótta hafa bæst við. Unglingar og ungt hestafólk tekur í vaxandi mæli þátt í sýningum. Úrval sýningarhrossa strangara en áður og þáttaka meiri. Allt ber þetta vott þann áhuga og þær miklu framfari sem orðið hafa á flestum sviðum hrossaræktar og hestamennsku þau ár sem liðin eru frá því að fyrsta landsmótið var haldið. Vaka. Og hvaðan? Frá Kvíabekk Jólassyni.
Já, hún er skráð frá Bustabrekku. Hún er skráð frá Bustabrekku, eigandi Andrés Kristinsson, Kvíabekk. Vitað er að bæði ganghæfileikar og líkamsmál eru erfanleg. Hins vegar sýna ganghæfileikar ekki fylgni við þau líkamsmál sem tekin eru af kynbótarhrossum á sýningu. Hér er verið að reyna ný líkamsmál og einkum mæld lengd einstakra beina í afturfætinum og stærð vinklana milli þeirra liðamót. Þessar mælingar annast Sigurður Oddur Ragnarsson en þær eru þáttur í aðalverkefni hans í kandídatsprófi við búvísindadeildina á Hvanneyri. Markmið þessa verkefnis er að athuga hvort ganghæfileikar hrossa standi í einhverju sambandi við beinabyggingu þeirra. Þetta margstjónið? Ég er með 13. Þau stóðum að sjá. Íslenskir hestamenn og aðrir góðir gestir. Hesturinn er í dag eins konar ansvar véla og atómaldar, hraða og streitu. Við tengjumst yndislegri lifandi veru sem er hluti af náttúrunni sjálfri. Fjöldi fólks þreyir þorran og góuna eins og sagt er og býður þess að aftur komi vor og það geti með hesti sínum horfið á vit fjalla, auðna og kyrðar og eignast þar ævintýri sem lýsa gegnum öll skammdegismyrkur. Fjöldi fólks eyðir öllum sínum frístundum með hestum og fullvíst er að mörgum er það hálf ánægjan að umgangast hestinn, gefa honum, hirða hann og láta vel að honum. Hesturinn verður gleði gjafi er lífsfylling. Ég átti í vor því lánið að fagna að ferðast mestan hluta landsins sem ritari Þorkels Bjarnasonar, hrossaræktarráðunauts og þeirra manna sem með honum völdu hross til sýninga á landsmótið. Ferð þessi var mér hvort tveggja í senn ánægjuleg og lærdómsrík. En hvaða ályktanir er þá hægt að draga af því sem fyrir augu ber á svona för? Í fyrsta lagi þá er auðsær nokkur munur á hrossastofni einstakra byggðarlaga. Í öðru lagi sér þess merki að einstakir stóðhestar geta haft ómæld áhrif til íls eða góðs séu þeir notaði lengi í sama svæði. Í þriðja lagi er það svo að hestamennir sjálfur
Þeim er vissulega mikill vandi á höndum og veldur þar að mestu að geta litið sín eigin hross augum gagnrýni og þekkingar. Á það vill nokkuð skorta og veldur vonbrigðum þegar hross eru leidd til dóms. Misjöfn færni við að fara með og sýna hross skiptir nokkru, en þó ekki meginmáli. Reiðlistin er alltaf að eignast fleiri og verður að fulltrúa og í öllum hérðum landsins eru úrvalsnjallir hestamenn. Gæðingum er skipt í 2 hópa til keppni. Í öðrum eru hestar með 4-skiptan gang. Fet, brokk, tölt og stökk, nefndur B-flokkur. Í hinum hestar sem hafa skeið, auk áðurtalinna gangtegunda, nefndur A-flokkur. Keppnina dæma 5 dómarar fyrir hvern hóp og hefur hver dómari ritara sér til aðstoðar. Dómsaðferðin er hinn svokallaði spjaldadómur. Hjörvar hefur lokið keppni. Einkunnir tölt sína 8-5, 8-5, Hallur ofurlítið hærra hér, 8-5, 8-5, 8-5, takk. Fjölhæfni sína 8-5, 9, 8-5, 8-5, 8-5. Yfirferð sína 8-5, 9, 9, 9, 8-5, takk. Penni, gjörðu svo vel. Dómarar dæma af sjónhendingu 5 dómsatriði. Í A-flokki tölt, vilji, fjölhæfni og hlýðni, skeið, fegurð í reið. Sýndur er einn hestur í senn á 300 metra hringbraut og er honum riðið 3 hringi eftir brautinni til beggja handa. Dómarar grundvalla dóm sinn á því hversu vel þeim þykir hestinum farnast í keppnisatriðunum og hversu þokkafull stjórn knapans er. Meðan sýning stendur yfir nefnir dómari einkunn fyrir hvert atriði en ritari skráir niður. Að lokinni sýningu hvers hests kallar dómstjóri eftir einkunnum og gefa dómarar þær til kynna með tölusettum spjöldum er þeir sýna. Einkunnur hlaupa á tölunum 5 til 10, þannig að mistækist alveg sýning einhvers atriðis fær hesturinn töluna 5 í einkunn, en fyrir frábæra sýningu fær hann 10. Einkunn 7,5 er hinn hlutlausi punktur einkunnastigans þegar sýning er gallalaus en án fegurðar og tilþrifa. Penni hefur lokið keppni, einkunnir, tölt, sína. Átta, 5, 9, 8, 5, 9, 8, 5, takk, vilji, sína. Níu, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, takk. Drottning kemur þetta fyrst með folandinu sínu. Hún hefur hlotið fyrstu verðinu þessi rissa, nökkvadóttirinn, og þá kemur Glaður, það er stóðhestur sem stóðhestastöðin á, og hann er undan Gram frá Vatnsnes í Skagafirði. Og þá kemur Stjarna og hún er undan honum Neista frá Skollagróf og loks kemur hérna Hryðja og hún er undan Hrepp frá Dalsgarði í Mosfellsvík. Einn hring ennþá. Þegar við erum búin að sýna afkvæmarissurnar þá væri ljómandi gott að menn byggist við því að fara svona eins og 3, ekki færri en 3, en ég held samt að það geti orðið nokkuð gott, 3 saman með góðu millibili
til þess að það verði svona meira líf og fjör yfir sýningunni heldur en að bíða eftir því að einn maður ríði kannski 2 hringi. Þá skulum við hafa 3 til 4 saman og fara þá inn að 2-3 hringi heldur. Það lítir svolítið þennan hóp að þetta svolítið hálfminn yfir og höfðurður ekki nóg harður. Þau eru ganghalli og hljómandi rúm og hljómandi ganghalli, ekki sérlega rúm en ákvæmlega lipur og nettgeng pláss. Takk fyrir. Komdu fjöldi lengra. Dansar og þú rýfur alltaf að flötu. Á Króki, það getur enginn farið hér til ljós 1969 fættur, eigandi Ingólfur Magnússon í Króki, Knati Haraldsson. Og þá kemur varahesturinn í staðinn fyrir bát. Það litli Stjarni frá Stórahofi, fættur 41, eigandi Albert Jónsson á Stórahofi og situr hestinn sjálfur. Og síðan test eða brett, hálfan hring milli þar. Góðir sýningargestir, ég býð ykkur velkomin til þessara sýningar sem nú er að hefjast á kynbótarhrossum. Fyrsti flokkurinn eru stóðhestar. Hrossin verða sýnd eins og dóma niðurstöður liggja fyrir, en hestur númer 1 er Sörli frá Sauðárkróki. Hann keppir til heiðursverðlauna og hann hefur staðist það próf og hlotið 8,11 stig, en lágmarkseinkunn er 8,10 stig til þess að hljóta þessi heiðursverðlaun. Og það er ekkert smá próf sem að afkvæmi þurfa að ganga í gegnum. Það þarf að vera 12 tamin afkvæmi sem að ná meðaltali 8,10. Og þetta er í fyrsta skipti sem að þetta er reynt í þessu formi sem að ég nú hefur lýst, og Sörli hefur staðist það með prýði. Sjáu þið hvað er mikill svipur með þessum hrossum. Þetta stendur í dómsorðunum að hann sé kynfastur. Hann gefur töluvert sameiginlega eiginleika í afkvæmi sínum, og það sjáu þið mjög vel ef þið sjáu hrossin svona í prófíl sem við köllum. Þau eru viljamikil yfirleitt afkvæmisalla og það eru ganghæfileikar og reysingin er mikil og fótabörður yfirleitt góður og hrossin eru ganglægin. Sörli hefur notað víða, hann hefur verið ákaflega eftirsóttur og vinsæll hestur og notað mikið og góðar hryssur, og árangun hefur líka verið eftir því. Það sem að ég í gegnum þessi ár sem ég hef fylgst með þessu hef verið alhrifnastur af og tel hans höfuðkosti. Það er þessi góði vilji sem að kemur mjög fljótt í hrossin. Það þarf ekki að bíða í mörg ár eftir því. Og hvað þau voru lundgóð og auðveld í tamningu. Þau læra fljótt að umgangast manninn og veita honum það sem að hann óskar eftir við þau. Þá koma hóparnir, hver flotinn öðrum glæsilegri, góður höfuðburður, fallegur fótaburður og hóparnir samstæðir, sérstaklega þessi 2 fyrstu, það er nú allt eins litt með kirkjubæðarhrossinn, enda auðveldast að rækta rauðalitinn. Þetta er fallegt, svo þetta er listilega fallegt, svona rétt að kasta toppi, sína að þið geti tölt alveg niður á fjell, með góðri fótlyftu, fótaburður og höfuðburður og léttur vilji. Það eru dásamlegir eiginleikar. Svo má öllu afgera, það er ekki nauðsynlegt að hestar séu alveg hreint með hnén upp í höku fyrir það, þó að þeir eigi að bera fæturna vel.
Ég nú heldur á móti svoleiðis öfgum en þó það gerir kannski ekki mikið til en það venjulega á kostnað fínleikans. Og þá þakka ég ykkur fyrir þessa afgamasýningu og þá viljum við drífa af stað eldri flokk af stóðhestum. Og nú komnir 3 hestar hérna í dómhringinn. Ef þið flettið upp á því í bókin ykkar, þá þetta 3 hestarnir sem hafa hlotið hæstu einkunnina í elsta flokki stóðhesta. Og þar fyrsti hestur náttfari frá Ytradalsgerði í Eyjafirði. Sörla sonurinn sem var hérna áðan í afgamasýningunni, þessi fljúgandi snjalligæðingur. Og hann hefur hlotið 8,54 stig. Hestur sem með einkunn svipaða og þeir hlutu Ófeigur og Hrafn frá Hofsmóla á síðasta landsmóti. Hann 8 vetra gamall þessi hestur og ættina sjáið undan Sörla og Eldingu frá Ytradalsgerði. Það kemur náttfari, sjáið skeiðið. Þetta ekkert smáræðri, svona sjáum við ekki á hverjum degi. Þessir 3 hestar einu hestarnir í 5 metra flokknum sem hafa náð því að fá fyrstu verðlaun á þessu stigi málsins. Og hérna kemur fyrstu gráskjóttur stórglæsilegur hestur Gáski frá Hofstöðum í Hálsasveit. Og eigandi Kristfríður Björnsdóttir á Hofstöðum. Faðir Hrimnir frá Vilmundarstöðum og móðir Freyja á Hofstöðum. Hann hlotið 8,10 stig fyrir byggingu og 8,53 stig fyrir hæfileika, meðaltal 8,32 stig og langhæstur í þessum flokki. Þarna kemur Gáski á skeiði. Ágætu skeiði í 5 metra hesti, það ekki orðið virkilega ferðmikið kannski ennþá en það grágætt af þungum hestum en þessir hestar geta allir sýnt það. Þá fer í brautina Hlynur frá Hvanneyri. Efsti hestur í 4 vetra hópnum. Glórauður blesóttur og eigandi Sigurborg Jónsdóttir á Bárustöðum í Andakílshreppi. Það þáttur frá Kirkjubæ sem hér var sýndur fyrr í dag og móðir Flugsvinn frá Hvanneyri sem var undan Skeifu frá Hvanneyri sem hlaut fyrstu heiðursverðlaun hér fyrir 8 árum síðan. Hann hefur hlotið 8,20 stig fyrir byggingu, gullfallegu fóli og 7,87 stig fyrir hæfileika, meðaltal 8,04 stig og fyrstu verðlaun. En nú mjög sjaldgæft að við látum það eftir okkur dómnefndarmenn að veita svona ungum hesti 4 vetra gömlum fyrstu verðlaun en við vorum ánægðir með þennan fóla og töldum að hann ætti það og létum slag standa og vonum að við fáum ekki neitt skell á því. Heldur standi hann vel undir þessu og eigi eftir að þroskast og bæta við sig sem gæðingur. Gefið þið númer. Það númer 5, 5, 4, 3, 4, 5. Takk fyrir.
5., 3., 4. Takk fyrir. Fimmta, 3., 2., 3., 4. Það eitt á línuna. Það ekki vafi fyrir áhorfendur eða gespendur eða dómendur. Takk fyrir. Þá það sá brúni, Brjánn Sigurbjörn Bárðarson. Númer, 2., 2., 5., 2., 2. Langefsti hesturinn Hlynur og knapi hinn þekkti Eyjólfur Ísólfsson. Gefa honum hólegt klapp svo hann verði ekki nervus og til hamingju Eyjólfur. Og skapmikil, segir hann, þessar hyssu Garðar Jónsson Björgar tanga 18 Mólsfut á hyssuna. Vel ættuð hyssa, svört, og bjóðu nú. Hún aðeins 6 vetra gömul. Já, 450 lágmassa. Die Stute Höns, Nummer 20, geboren 72, stammt von dem bekannten Hengst Gleiche, 656. Mindestpreis 450.000 Kronen. Lágmarksboð 450.000. Hver býður í hrund? Býður einhver í hrund? 450 spónar. Hver býður 460? 450 spónar. 460 bóðið. 460. Bietet jemand mehr als 460.000? 460 bónar fyrsta. 460.000 býður eitthvað betur. 470.000 bónar. 470.000. 470, bietet jemand besser, höher? 470.000. Fyrsta, 470.000 býður eitthvað betur. Ég lýsi eftir bóðum, 470.000. 470.000, þriðja. Ég spái því að við eigum eftir að sjá meira af þessu í framtíðinni.
þessi akstur og eftir að hrífa marga ábygginu og ég er viss að það sitja margir ungi strákar hérna og stelpur á móti mér sem eiga eftir að sýna svo sjáið þið. hátign og vegsemd, hversu mörg eru verk þín, Drottin. Þú gjörðir þau öll með speki. Jörðin er full af því sem þú hefur skapað. Þar er hafið, mikið og vítt á alla vegu. Þar er óteljandi grúi, smá dýr og stór. Öll vona þau á þig, að þú gefir þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til og þú endur nýjar ásjónu jarðar. Dýrð Drottins vari að eilífu, Drottin gleðjist yfir verkum sínum. Verksama þú Drottin, sála mín. Amen. Fyrsta hrossið sem verður sýnt er fjöður frá Tungufelli í Borgarfirði. Fjöður hlýtur 8,18 stig og heiðursverðlaun fyrir afkvæmi. Afkvæmi fjaðrar eru 9 og hafa öll komist upp og hlotið tamningu. 4 hryssur og 5 hestar. 3 af hryssunum hafa verið á kynbótasýningum og hlotið fyrstu verðlaun. Sumir hestarna hafa náð góðum árangri sem kynbóta og reiðhestar og þótt ekki sé fullreynt, er þó líklegt að ekkert afkvæmanna sé að upplagi til lélegt hross.
Afkvæmin eru tæp meðalhross á vöxt, eru ekki léttbyggð né falleg og fínleika sportir, þó að höfuð sé lítalaust og svip gott. Fætur eru traustir en oft snúnir í kjúkum aftan, hófar eru sæmilegir. Reiðhestæfileikar er aftur á móti fjölhæfir, rýmið mikið af hverju sem vilji nægur, lundin ákveðin en ekki hlý. Meðalhross að byggingu en ötul og gangmikil afkasta hross. Þetta er Skúmur í Stórulág. Hann keppir fyrir Hornfirðing í Hornafirði og eigandi hans er Sigfinnur Pálsson bóndi í Stórulág. Hann hefur með þessum árangri sínum afsannað þá kenningu að einungis letingjar í höndum atvinnumanna komist áfram og upp í þessari keppni. Þið megið til að víkja vel frá þegar að hestarnir koma að hann getur tekið til fótanna Skúmur. Þetta er harðviljugur hestur. Þakka þér fyrir, Sigfinnur. Hann hlýtur engin smáræðis verðlaun. Í fyrsta lagi hlýtur hann verðlaun frá mótinu að sjálfsögðu. Hann hlýtur eignabikar gefinn af Halldóri Sigurðssyni, gullsmið, og Halldór bað mig að geta þess að hann hafi sjaldan veitt verðlaun með meiri ánægju heldur en þennan bikar. Í öðru lagi fær hann farandbikar gefinn af Evrópusambandi í íslenskra hestaeigenda. Og í þriðja lagi fær hann eignabikar gefinn af Pennanum. Þessum 10 knöpum innilega til hamingju með hestan ykkar. Þeir eru hver öðrum betri. Loksins tókst að ræsa hestana og nú koma þeir. Það er kóngur næst ykkur, hvítapeysan. Og það er Fannar sem er næst ykkur.
hélt þarna á tímabili að Sindri frá Laugarvatni ætlaði að koma skemmtilega inn í myndina en þegar hann kom þarna í lausablettin þá stökk hann upp og það nú gallinn við þennan völl. En Fannar sigraði þetta glæsilega. Nú koma hestarnir, það Nös næst ykkur í hvítu peysunni og Járn í rauðu peysunni og þá segi ég ekki meira. Þetta var skemmtilegur og mikil sigur. Nös sem að Stefán Sturla Sigurjónsson satt, hún sigraði þetta mjög glæsilega. Járn var næst en rétt við hliðin á henni sýndist mér vera að blesa frá Hvítárholti. Og þá eftir einn sprettur, 800 metrar. Og það var Gustur í hvítu peysunni. Það hann sem hefur forystuna. Þeir hverfa nú á bakvið og við sjáum þá að Gjafturinn er eftir ca. 400 metra. En það greinlegt að Jeremías hann fer þess aftar en hann hefur hins vegar óhemji mikið þrek. Og spurningin hvernig Baldri í Ottrinni, hvernig Baldur Oddsson hugsað þetta. En líklega fer hann að bæta við hann hér á heimleiðinni. Og þá það spurningin hvað mikið þrek hinn hafa. Sá grái kom nú ekki eins og ég bjóst við, en Gustur gerði þetta vel og hélt því sem hann hafði, besta tíman, hann sigraði hlaupið þó að sá másótti gæfur... Megin tilgangur landsmótana er að sýna á 4 ára fresti þá bestu hesta sem við eigum. En auk þess vex kunningsskapur og vinátta jafnt innlendra sem erlendra aðdáanda íslenska hestsins. Þessu landsmóti er lokið. Þó mun hestaunnendum gefast kostur á að reyna gæðinga sína því framundan eru fjórðungsmót hestamannafélagana. Starfið er stöðugt og gæðingar framtíðarinnar eru þegar í mótun. Menn búa sig til brottferðar og áður en varir eru 4 ár liðin og menn og hestar á hásumardegi hittast að nýju á landsmóti. Entonces llevas a